F31 hitt og þetta. Þá mótorinn búinn að fara í gang og ég veit að hann gengur vel og sæmilega. Hann gekk að vísu alveg gríðarlega heitur. Svo heitur að það bræddi eldsneytisslönguna þar sem hún lá utan í öðrum hljóðkútnum. Eftir að ég var búinn að stilla hann smávegis og fá hann til þess að ganga, þá var hann mjög þægur í gang og gekk alveg sæmilega. En það þetta með stillinguna sem að þarf að skoða, því að þegar ég ætlaði að stilla hann þá komst ég að því að til þess að komast að stilliskrúna þessum tveim hér þá þurfti ég að taka þetta af, alveg vegna þess að standurinn sem hann var á var fyrir. Ég komst ekki hérna á ská, en það væri hægt að laumast með lítið skrúfjárn á bakvið til þess að stilla, en mér finnst það nú frekar asnalegt að þurfa að fara hérna í kringum útblástusrörið til þess að stilla gangin á honum. En þetta það eina sem ég get í fljótu bragði sagt að mér líki ekki við þennan mótor. Ég kem ekki skrúfjárni beint að, ég þarf að fara svona einhverja krókaleiðir. Nú þegar búið að stilla hann sæmilega til gangs, þá þarf maður líklega aldrei að gera þetta aftur. Hérna mótorbúkinn. Ég búinn að setja á hann glerfíber til þess að styrkja hérna og resin. Og ég líka búinn að setja resin hérna á eldvegginn, þannig að nú skiptir ekki máli þó að blási smá olíu hérna á, það fer ekki inn í viðinn. Nú þarf að pússa allt saman og það kemur dúkur bara beint á þessa grind, og til þess að það sé ekki svona ljótir kantaðir hryggir undir dúknum, þá þarf að pússa.
og það er langbest að byrja bara með svona 8-10 og hérna skiptir máli að fara hægt og varlega. Það er ekkert að flýta sér. Taka mesta hornið af með þessum grófari pappír og síðan fara hérna í, ég er með pappír sem er 180 og það er í svona síðasta umferð, það þarf ekki mikið meira. Ég fer eiginlega bara með 180 pappírinn á balsam, rétt aðeins til þess að slá á mestu hornin. Nú, sumstaðar, eins og til dæmis hér, þá þarf að setja fylliefni og hérna er fylliefni sem að ég nota. Þetta er mjög skemmtilegt, þetta er Squadron Products White Putty og aðal kosturinn við þetta er að það harðnar mjög fljótt. Nota svona smá, þetta er málningarhnífur og það er auðvelt að pússa það. Þannig að ég bara gluða því hérna á þar sem að misfellan er og síðan get ég pússað það seinna meir. Það tekur svona 10-15 mínútur fyrir það að harðna. Til að sjá hvar dúkurinn kemur til með að liggja, þá er ágætt að nota svona stálreglustiku og hann verður náttúrulega auðvitað hér og svo fer hann hérna niður á, þannig að við getum notað sandpappír til þess að aðeins að jafna út þar sem að dúkurinn kemur til með að leggjast og eins hinga niður. Þá sér maður líka hversu vel hann situr á balsagrindinni. Hérna er fylliefni sem ég setti í áður og til þess að ná því slétt fyrst miðað við þessa spýtur, þá nota ég lítinn kubb og tek þetta niður með honum til að byrja með. Hérna er svona samskeyti og það er ágætt að nota reglustikuna til þess að athuga hvort að dúkurinn kemur nokkuð til með að snerta við. Hérna er greinlegt að dúkurinn myndi sitja á þessu fylliefni hérna, svo það er eins gott að ná því niður. Þetta er síðasta langbandið sem ég pússa og þegar ég er búinn að fara með fínan pappír á það, þá er ég búinn að pússa allan skrokkinn þannig að ég get farið að klæða hann. Nú er ég að dútla hérna við innvolsið í módelið. Búinn að klæða að innan með pappa frá þessu morgunverðardóti. Búinn að gera hérna 3 búta og á eftir þann 3. hérna undir hurðinni og þegar það er komið þá get ég farið að mála þetta og gera þetta fallegt á litinn.
Hérna eru festingar fyrir lamirnar á hurðinni og hérna eru þessar lamir. Þær eru nákvæmlega eins og er á orginalnum, þannig að maður setur svona, þá er þetta að opna hurðina alveg eins og á fyrirmyndinni. Svo verður festing hérna sem kemur í veg fyrir að þetta fari af, en ef maður vil taka hurðina af þá er minnsta málið að taka bara þennan pinna úr og hurðin er laus. Nú er ég búinn að setja hérna þykkari pappa ofan á gluggasilluna og aðeins niður á, og þetta lítur svona sæmilega út eins og orginalin. Og síðan er ég núna byrjaður að mála þetta. Þetta er bara svört innanhúsmáling og kemur til með að koma hingað niður, og svo verður dökkgrá hérna fyrir neðan. Þá ætla ég að halda því fram að þessi skrokkur sé tilbúinn undir klæðningu. Ég er búinn að setja hérna segulstál og þetta er náttúrulega laust ennþá, þannig að ég er ekki búinn að líma það. Hínum megin er lömin komin á og það er komin hérna læsing, þannig að hurðin getur opnast. Ég er búinn að mála svona það sem ég geta innan og það er eiginlega það sem þarf að gerast næst, er að ég þarf að fara að klæða þetta módel. Ég er ekki ennþá komið með klæningarefni í hendurnar, en það gæti verið einhverjir dagar, vikur og þangað til, og þá ætla ég bara að segja þessu skref.